Já, í þessari viku 42 þá ætlum við að skoða bifreiðanet og einfasa mótora og þetta byrjar á blaðsíðu 202 til 203 í bókinni og þegar við erum með þriggja-fasa mótora þá eru nokkrar rafmagnsbilanir sem geta komið upp. En það sem að viðhaldið er mest á svona þriggja-fasa mótorum varðandi legur. Að það er eftir nokkur ára notkun, kannski samfellt á notkun, að þá þarf að skipta legur, þannig að þá komið legurhljóð og það er það sem maður er að fást við svona dagsdaglega varðandi viðhald á þriggja-fasa mótorum. Maður kannski ganga mjög lengi, kannski dagsdaglega og sérstaklega á virkum dögum og kannski eru stoppum helgar hugsanlega. En það er helst að það þarf að skipta legur. Og síðan eru þetta líka bara reimaskipti sem að þarf að huga að þegar reymdrifið að ræða og það er mjög nauðsynlegt að fylgjast með því hvort að reymar sé í lagi og svo hvort maður heyrir legurhljóð. Þá stoppar maður mótorinn, maður snýr honum rólega með hendinni og athugar hvort að heyrast skröðningar eða óeðlilegt hljóð miðað við bara nýjan mótor. Þá bendir til þess að maður heyrir og lærir fljótt á það þegar heyrast í legunum. Ok, en síðan koma rafmagnsbilanir og það er aðalega það sem við erum að hugsa Og hlutverk sem sagt einangrunar í mótorum að hindra skammhlaup á milli einstakra vaða í spólum mótorsins og einangrun hindrar líka að það verði skammhlaup á milli straumfasa og hún hindrar líka skammhlaup út í járn mótorsins. Og það eru sérstaklega svona pressaður pappír, svona þynnur sem settar ofan í nóthyrnar þar sem að hindra það að vírinn getur komist í snertingu við sáturjárnið. Og þetta eru svona þynnur þessar sáturjárnir sem raðað saman og spólurnar eru úr lakkeinangruðum vír, þannig að það náttúrulega líka einangrun sem að getur gefið sig. En svo er auka einangrun þessi pressaði pappír sem það er milli vaðanna og sáturjárnsins. Og þetta er þetta þríþætta hlutverk einangrunar í mótorum. Og það sem að getur gerst að það er skammhlaup á milli leiðara, það er skammhlaup út í umgjörðina, út í járnið og svo er náttúrulega bara getur út af titringi þá getur einangrunin farið að gefa sér smám saman þannig að við fáum lægra einangrunarviðnám á milli vaðanna eða út í járnið. Við erum með ýmis tæki til þess að fylgjast með því hvort að mótorinn sé eitthvað bilaður. Það grófasta tæki sem við notum pröfulampinn og þá fyrst athuga hvort það leiðinni á milli
vafana sem sagt, hvort að vöfin séu nokkuð slitinn og það ætti að koma sterklega í ljós. Hvort það mjög svipað viðnám milli vafana, milli U1, U2, V2 og svo framvegis. Og þá notum við ómæli sem viðnámsmæli á mjög lágum skala. Nýjustu Megger-mælarnir, þeir eru með lágan skala en þeir eru samt kannski ekki eins nákvæmir eins og margir AV-mælar. En síðan, sem sagt, til þess að mæla einangrunarviðnám að þá mega-ómælir eða Megger notaður með hærri spennu heldur en AV-mælirinn gefur. AV-mælirinn gefur bara lága spennu, kannski 1,5 volt eitthvað svoleiðis til þess að mæla leiðinni og það er ekki mjög örugg aðferð að nota AV-mæli til þess að kanna leiðinni milli vafa eða útleiðslu því að okkur vantar hærri spennu sem við fáum hjá Megger til þess að athuga hvort það einangrunarbilun í mótor. Og þar getum við stillt oftast á 500 volt sem hærri heldur en kerfisspennan oftast og jafnvel getum við stillt á 1000 volt í nýrri gerðum af Megger-mælum. Og þeir eru kallaðir Megger-mælar vegna þess að gefa okkur oft niðurstöðu í mega-ómum. Oft erum við með vísi á þessum mælum og þá þurfum við að skoða líka hvar eru mörkin. Við erum með 238 spennu, bara kerfisspennu, greinintöflu eitthvað slíkt, að þá þetta regla 1000 volt málspennu í landi og þá mörkin 0,23 mega-ohm. En ef við lítum á til dæmis, skoðum þetta hér varðandi rafbílaskipum, þá tvöfalt hærri krafa þar. Og hérna eins og hér sýnt að þar kerfisspenna til dæmis 380 volt, að þá viðnámsgildi einangrunar lágmarksgildi þar þá 760 kilo eða 0,76 mega-ohm. Og til þess að hafa spennu, ef við höfum ekki Megger borð, þá gott að nota prufulampa við þá 388 spennu eða 400 spennu. Ef við getum þá kannski raðtengt prufulampa. Þannig að við þola spennuna. En hér mælum við sérst á milli vafa eða þegar við erum með mega-ohm mælingar stillt á 500 volt, athuga hvort það leiðni okkur á milli vafana eða útleiðsla sem sagt milli vafana, einangrunarbilun á milli vafana og eins til jarðar. Það nú sýnt hérna reyndar úti í öxulinn. Þetta náttúrulega ekki nógu sniðugt kannski að takast gegnum leguna og mælingu gegnum leguna. Þannig að ég myndi frekar mæla með því að setja hinn pólinn í jarðtengiskinnuna á mótornum og mæla einangrunarviðnámið til jarðar þannig. Að tengja til dæmis plúsin hér á veggnum á jörðina, jarðtengi skrúfuna og mæla svo frá öllum tengingunum í tengihólfi mótorsins og athuga hvort að ef að mælirinn sýnir óendanlegt þá mótorinn í lagi. Ef að hann sýnir útslag þá þarf að athuga hvort að mælingin sýnir innan marka, hvort það í lagi eða ekki í lagi. Og sem sagt innan við 0,76 minna heldur þess að 0,76 mega-ohm að þá teljum við að þurfum
að dæma mótorinn úr leik í bili og þá annarkvort ef hann borgar sig að láta vita eða þá nýjan mótor ef hann er farin að sýna að hann er einangrunarbili. Og þá það fleira sem við þurfum að skoða hérna í þessu. Sem sagt, við vorum að tala það hverjir eru kostur og gallar kannski varðandi pröfulampa. Þá kostur pröfulampa að það mjög fljótlegt að gera mælingu á mótor, hvort að hann með alvarlega bilun eða ekki. Alveg skamhlaup á milli vafa til dæmis, það er að sjá það með pröfulampa. En það er fljótlegt að sjá hvort að mótorinn alveg gjörsamlega ónýtur eða ekki með pröfulampa. Gallinn við pröfulampa að þetta tiltölulega ónákvæm aðferð. Sjáum ekki hvort að mótorinn einhvers staðar á mörkunum. Síðan varðandi AVO-mæli, ef við notum AVO-mæli, að þá getum þá kosturinn við AVO-mæli að það að sjá hvort það munur á milli viðnámsins í vöfunum. Við mælum öll vöfin, sem sagt U1 til U2, tekum á því hvað það stórt, mælum svo VF1 til VF2, skrifum það niður og tekum á hvort það munur á því og U-vafinu og svo 2.1 til 2.2, skrifum það niður og berum þetta saman. Einhver talsverður munur á milli viðnáma. Ef svo þá einhverjar af þessum vöfum þá byrjuð að skemmast, sem sagt að brenna. Og það kostur við AVO-mælinn að við getum notað hann í það. Ókosturinn við AVO-mælinn að hann gefur ekki nógu háa spennu til þess að geta mælt viðnámsbilun, sem sagt einangrunarbilun í mótor. Ekki nógu há spenna til þess að mæla einangrunarbilun milli vafa eða frá vafi og til jarðar, til umgerðar á mótornum. Þannig að þá gefur hann ekki nógu há spennu. Þess vegna notum við megger til þess að athuga hvort að einangrunarviðnámið í mótornum sé pottþétt í lagi. Sem sagt milli vafa, U1 og VF1 eða U1 og 2.5 og líka hérna megin til þess að tekka á því að kannski getur eitthvað mismunandi. Og það alveg til dæmi, það getur verið slitið eitt vafið og þá myndum við ekki að mæla það hérna á vafinu, þá getur við mælt það neðanverðu með meggernum, bílurinn þar. Svo að það að gera að mæla alla tengipunktana, 6, á mótornum með meggernum. Og sem sagt, þannig að þetta voru kostir og gallar AVO-mælisins, þess að hann góður, ámælirinn góður að mæla lágt viðnám, tjekka á hvort það munur á vöfunum í viðnámi, en ókosturinn að hann gefur ekki nógu háa spennu. Kosturinn við meggermælinn hins vegar að hann gefur nógu háa spennu til þess að mæla einangrunar viðnámsbilun. En ókosturinn við meggermælinn hann ekki alveg nógu nákvæmur á lágum skala að mæla hvort það munur á viðnámi í vöfunum. Hvort að U-vafið, VF-vafið og 2.5-vafið séu með nákvæmlega jafn stórt viðnám. Það ekki alveg eins gott að mæla það í megger. Það ókosturinn við megger. Þá erum við búin að fara í kosti og galla þess að tryggja, pröfulampa, AVO-mæli og megger. Og almennt í sambandi við reglurnar varðandi mælingu á einangrunarviðnámi að þegar við tölum landkerfi, almennt rafkerfi í landi, að þá erum við að tala að lágmarks
einangrunarviðnámsgildið sé að minnsta kosti 1000 sinnum rekstrarspennugildið í ómum. Þannig að ef við erum með í landi 230 volta spennu, þá það 230.000 ohm fyrir, í heildina. Það 1000 ohm fyrir hvert volt mál spennu. Og það væri þá í megger, í ómælum að mæla, ef við værum að lesa megger, þá væri það 0,23 megaohm. Og ef í 400 volta spennu, þá væri það 0,4 megaohm. Og í 380 volta þá væri það 0,38 megaohm. En í skipum þá sem sagt tvöfalt hærri kröfur og þá væri þetta í 480 volta kerfi 0,76 og svolítið hærra í 400 volta spennum. Og svo getur við líka verið með jafnvel hærri spennu í skipum. Þannig að þið þurfum að skoða það sérstaklega. Ok, í framhaldi af þessu þá ætla ég að taka aðeins varðandi hitaliðan, mismuninn á hitaliðan og yfirárásvörn. Hver munurinn þarna á milli? Það sem að hraðastýringar, þegar hraðastýringar komu meira og meira til sögunar, þá kom þetta vandamál að mótornir voru að ganga miklu álagi á lágum snúningshraða. Og þá var nauðsynlegt að koma fyrir svona skynjurum, hitaskynjurum inn í mótornum til að fylgjast með hitavafana sjálfa. En það sem sagt með þessum hitaliða búnaði, þá það aðferðin. Það hægt að opna náttúrulega mótor og koma þessu fyrir eða hreinlega sérpanta mótor með skynjurum sem að fylgjast með hita. Og þá þetta að tengja þetta annaðhvort beint inni í hraðastýringarnar og panta þá mótor og hraðastýringu saman eða að bæta við hitaliða við mótor og koma fyrir inn í mótorum skynjurum. Og þetta tengist þess að inn á stýrirásina í hitaliðanum og virkar þannig, til dæmis í þeim hitaliða sem við eigum hjá okkur, að þegar viðnámið komið upp fyrir 1000 ohm, þá slær hann út. Þá erum við að nota PTC-mótstöður. Og það í rauninni bara ein mótstaða tengd við hitaliðan, en þá samt hægt að fá svona útfærslu líka. En þá bara önnur tegund af hitaliða eða annar inngangur á honum. En þetta eru fleiri tegundir af skynjurum. Það ekki bara positive temperature coefficient mótstöður. Það líka til með NTC og NI100 skynjurum. Þannig að það er mismunandi gerðir af skynjurum sem komið fyrir í mótornum og þá þurfum við að vera með rétta hitaliða tegund til að taka á móti því viðnámsgildi og að prófa hvort þetta virkar. Og það sem við gerum í æfingu úti í seinni síðasta kaflanum okkur í verkefnunum, þá prófum við hitaliðan. Það í tengslum við hraðastýringarnar og mjógræsuna í þá skýrslu. Og munurinn á þessari aðferð, hitaliðaaðferðin að mæla beint hitastig á vökvunum annars vegar og hins vegar að vera með yfirárásvörnina þessi að yfirárásvörnin, hún mælir ekki beint hitan á vökvum mótorsins. Hún giskar á hitavafana með því að mæla strauminn sem hann kemur og fer frá mótornum, kemur að og frá mótornum. Og
allur straumurinn sem fer í gegnum mótorinn fer líka í gegnum svona element inn í hitaleiðina, inn í yfirráðagsvörnin. Og það sjáum við sem að það element sem er varið í kringum þessar tvímálsfjaðrir sem hérna inni í þessu, sem verkefni númer 1. Og það eru 3 element sem eru valin hérna. 1 element fyrir hvern fasa. Þannig ef að til dæmis 1 fasa dettur út, þá mikið straumálag á 2 fösum hérna sem eftir eru tengingu og þá heyrist mjög skrítið hljóð í mótornum og hann jafnvel stoppar undir álagi og þá mælir eða þá fer miklu meiri straumur hérna og þá bognar tvímálmurinn og slær hérna snertunni út í yfirráðsvörninni vegna þess að straumurinn var svo mikill og hitaði tvímálminn og hann bognaði. En við vitum ekkert nákvæmlega með hitann á mótornum og það nokkuð tryggt að þetta slær út ef að 1 fasi dettur úr sambandi. En ef við erum að reyna að nota yfirálagsvörnina við þá getur mótorinn verið að taka eðlilega mikinn straum á lágum snúningshraða undir talsverðu álagi, ekki fullu álagi, en vandamálið að hann snýst ekki nógu hratt til að kæli sig. Viltan kælir ekki mótorinn. Og þá getur mótorinn brunnið. Þannig að hann hitnar og hitnar, en yfirálagsvörnin, hún tekur ekki eftir því að hún mælir bara eðlilega straum til mótorsins. Og hins vegar, og við sjáum að mótorinn fær bara strauminn í gegnum yfirálagsvörnina og hún mælir strauminn og mótorinn tekur eðlilega straum. Þessi vörn getur ekki varið mótorinn ef að mótorinn er að keyra frá hraðastýringu á litlum hraða undir talsverðu álagi. Það hins vegar hér sem við mælum hitann nákvæmlega á vöfunum þar sem að þessi hitalið fylgist með hitanum á mótornum og slær út hraðastýringunni ef að mótorinn er orðinn of heitur. Það þessi vörn sem er notuð aðallega bein mæling á hitastiginu á mótornum þegar að mótorinn er undir miklu álagi við tiltölulega lágan snúningshraða. Þetta var það sem við hefði komið til skila varðandi mismuninn á hitaleiðavörn og yfirálagsvörn. Og almennt séð það ekki nóg að vera með yfirálagsvörn eða hitaleiðavörn til að verja mótorinn. Við þurfum líka að vera með skammhlaupsvörn. Og skammhlaupsvörn ýmist sjálfur eða bræðivörn, eins og sýnt hérna, F1. Þetta eru bræðivörn. Og við mótor þá erum við að nota tregagerð. Það sem sagt C-gerð af sjálfvörn, en þá stendur tregt var á bræðivörnum. Og það það sem við þurfum að hafa í huga líka ef við erum að setja upp mótor. Eins varðandi hitaflokka mótor að velja rafmótor af réttum hitaflokki. Það ekki svo oft sem við þurfum að spá í þetta, en ef að mótorinn þarf að vinna við mikið hitastig, þá þurfum við að athuga hvort að við þurfum að velja jafnvel há einangrunarflokk. Og því að þá myndi hann vera, sem hann kallað 180 gráðu hitaflokkur. En algengustu mótorarnir, þeir eru í flokki F og þeir þola alltaf 155 gráðu hita. En sem sagt, það miðað við 40 gráðu umhverfis hitastig og síðan hitarisið í F-flokknum hvað má hitna mikið umfram 40 gráðuna. Það má hitna 100 gráðu umfram umhverfishitastig.
Og þar fyrir ofan eru ákveðin öryggismörk, 15 gráður í viðbót. Þetta er F-flokkurinn, en H-flokkurinn, þá er líka 40 gráður umhverfishitastig, en þessi einangrunar flokkur, eða hitaflokkur, hann þolir 120 gráðu aukning á hitastigi á vögunum eða hitaris og síðan þar fyrir ofan er 15 gráðu öryggismörk. Svo að það þarf að hafa þetta í huga þess að velja rétta mótor af hitaflokki ef við erum að láta mótorinn vinna í talsvert miklu hitastigi eða umhverfishita. Ok. Það sem að kemur næst hjá okkur eru væntanlega einfasamótorar. Þeir byrja á blaðsíðu 208. Ég sé búinn að fara yfir þetta efni sem að aðeins kannski enda bara á ef að ég finn hérna varðandi mismuninn á IP-tölum. Og hjá ykkur þá eru þið með þessa IP-töflu og þetta er sem sagt IP-kóði. Þetta er þéttleiki mótorsins. Við erum líka að spá í það stundum. Hversu mikið þéttleika mótorinn hefur. Og til dæmis ef við erum með óvarin dekk á skipi og þá er oft þessi hérna tafla notuð, hún er hér, óvarin dekk. Hér erum við til dæmis með rafvélar, það eru rafmótorar á slíkt, þá er IP56 og ef við skoðum hvað það þýðir í töflu, og við erum með akkurat þessu töflu 19.2, en þið eigið hana í bókinni, að þá þýðir að fyrirtalan IP5, það er vörn gegn ryki, ryksöfnun inn í búnaði má ekki geta valdið truflun. Og talan 6 þýðir að vörn gegn vatnsguðsum og sjávarfangi meðal annars á skipinu. Ef við værum með mótor sem væri með ennþá meiri vatnsþéttleika eða hann væri IP67, þá væri hann með algjöra vörn gegn ryki, það er 6 fyrirtalan. Seinni talan 7, þá væri hægt að dýfa honum ofan í vatn niður á 1 meters dýpi. Það stendur reyndar ekki hérna. Það er í öðrum upplýsingum sem ég hef. Og spurning hvort ég næ í það fljótlega. Það er búinn að vera nefnir. Við sjá hvort ég finn það hjá mér. Það er að gáða því hérna í innvinni. Þetta er að nema, sjá, hérna. Og þetta er það. Sem er. Það er skipað sér 7. Ok, ég kannski verða að hlaða þessu niður og hlaða þar. Sjóður tóndir og opna þar. Það er ekki betra að opna þetta hérna. Svona. Og þið finna staðinn fyrir þéttleika. Og þetta er
Hérna flokkun á þéttleika rafbúnaðar og þetta er IP, Ingress Protection. IP og þá sjáum við hérna muninn á lægri tölunum að má koma eitthvað smá vatn inn og svo framvegis þar til að við komum upp í IP50 og 6 til dæmis hérna. En hér segir í IP5 totally enclosed, dust may enter but not in harmful quantities. En já, IP56, setningarnar 6, að það var gagnvart aðstæðum á dekki á skipi. Að vatn má alls ekki komast inn í búnaðinn. Og þannig að þetta er svona óvörðu dekki á skipi. þar sem við gætum notað slíkan mótor, IP56. Svo eru til kannski meiri þéttleiki IP 67 og þá sjáum við hérna talað um það að koma búnaðar fyrir niður á einsleitistýpi, en síðan ef það væri til einhver búnaðar sem það væri merktur IP68 þá væri þetta skilgreint á hversu miklu dýpi má staðsetja búnaðar og þá er X, það er einhver tala, einhver ákveðin fjöldi metra. Já, þetta var þéttleika, vatnsþéttleika mótora og rafbúnaðar almennt. Sjáum hérna IP-tölu, IP44, eitthvað slíkt, það er kannski algengt að það eru rófar og einhver slíkur búnaðar sem er eftir IP44 og þá til dæmis sjáum við hérna eins og lokuð rými fyrir eldsneyti sem smurur það er IP44 og bara stælrými að töfluskápar IP44 og svo satt rófar og tengladósir reyndar hérna IP56 í ákveðnum stöðum eins og IP44 þar sem að ekki eins mikil hætta á vatnsgangi. Það er að gera að þegar við erum að ná í rafrafnaefni fyrir einhver stað sem er að hætta á að sé vatn á ferðinni, þá athugið þessa merkingu IP. Jafnvel að kaupa, ef það er hætta á einhverjum vatnsgangi, að kaupa IP56 merktan rófa eða búnað, töflubúnað. Ok, þetta var vatnsþéttleika. En þá ætla ég bara að vinda mér í innfassamótorum. Ef enginn mótmælir því. Innfassamótorarnir eru hérna á blaðsíðu 208. Byrjum við þar. Og þá erum við að tala svona almennt notkun á innfassamótorum. Þeir eru notaðir í alls konar litlum tækjum, verkfærum, heimilistækjum, biftum og svona smádælum. Og þeir segir hérna yfirleitt ekki framleiðir stærri en 500 vött, en það eru hérna undantekningar á því. Það eru framleiddir innfassamótorar með ræsiþykkti til dæmis, allavega upp í 2,2 kW og hérna áður fyrir þá voru menn að nota allt upp í 14 kW innfassamótora til sveita, til að þurrka heim. Og þá voru risað þétta samstæða notuð við þessa mótora. Og kannski einhvers staðar nota ennþá, ég þá ekki fullera það.
En algengustu einfarsmótorarnir eru þessi smámótorar. Og við skoðum sem sagt bæði skammhlaugsmótorinn og rennum bara yfir svona algengustu notkun á þessu. Við skoðum í hvað skammhlaugsmótorinn er notaður. Þeir eru notaðir í þvottavélum, ísskápum, frystikistum og við litlar dælur. Í þvottavélum þá er það sem sagt notað sem vatnsdæla. Þá er það skuggapólsmótor. Og hér er sem sagt talað helstu gerðir einfarsmótora. Og það eru sem sagt skammhlaugsmótorar, aðströmsmótorar, skuggapólsmótorar og strefmótorar. Og við þetta mætti náttúrulega bæta við einhverjum fleiri tegundum. En aðalega skuggapólsmótorar, þeir eru til dæmis notaðir þetta í þessar smádælur, eins og dælur úr uppþvottavélum eða þvottavélum. Til þess að dæla vatni frá þessum vélum. Og síðan alströmsmótorar. Þeir hafa verið vinsælegir í þvottavélum til þess að snúa trommlunni, en það er verið að skipta þeim út fyrir nýjustu gerðar mótorar í þeim bransa. Það eru sem sagt C0 mótorar eða PM mótorar eða permanent magnet mótorar. Og þá eru hraðastýringar, sem sagt þriggjafarsar hraðastýringar notaðar fyrir þannig mótora. En einfarsmótorar við erum að tala um þá og ef við skoðum alströmsmótora frekar, að þá eru þeir notaðir í hvers konar verkfæri eins og handborvélar ennþá. Og alströmsmótorar eru kallaðir alströmsmótorar vegna þess að þeir geta unnið bæði á jafnstraumi og reiðstraum, sem sagt bæði AC og DC. Og hins vegar er mjög lítið það nú árið að séu notaðir við DC, við jafnstraum. Heldur við reiðstraum þar sem að hraðastýringarnar við reiðstraum eru aðalega þá fyrir reiðstraum, eins og þá eru svo notaðir reiðstraumsíhlutir eins og tríakar og díakar inn í stýrirásunum til þess að stjórna hraðanum á alströmsmótorum. Skoðum það betur í annarri þætti. Og hrærivélar, þær eru minni gerðirnar eru með svona alströmsmótorum og hins vegar stórar iðnaðarhrærivélar, þær eru þriggjafarsar. Þannig að það er til ekki þessum flokki. Svo eru þessi skuggapólsmótorar, þeir eru smádælur og til þess að dæla úr uppþvottavélum og þvottavélum og svo svona smávilltur. Skuggapólsmótorar líka notaðir í að kæla eitthvað afmarkað svæði. Og þeir eru tiltölulega lítið viðhald á þeim, þessum skuggapólsmótorum. Skoðum hvernig þeir eru byggðir upp. Og skrefmótorar, þetta eru notuð í ýmis vélmenni og prentara og þess háttar. Og svona stýra alls konar þjörkum. Það er nýja íslenskt orðið yfir vélmenni, það eru þjarkar. Það er það sem þetta skrefmótorinn í þeim. En svo er náttúrulega kallað í þeim bransa líka aðrar tegundir sem að servomótorar sem eru líka í þeim flokki þar sem það eru svona stýritækni mikil. Þá er tilbakamerki frá servomótorum notaði til þess að stjórna bæði
stöðu og hraða mjög nákvæmlega. En þá skulum við líta betur hvernig uppbygging skammhjólsmótorsins er. Við erum með 2 vöf í skammhjólsmótornum og það sjáum við hérna og hér, aðalvafið og hjálparvafið. Og við hjálparvafið raðtengdur þéttir og miðflótta aflsrofi. Það þýðir að þegar við erum með ræsiþétti þá aftengir þessi miðflótta aflsrofi, hann rífur rásina hérna, slekkur á hjálparvafið þegar mótorinn er kominn í gang. Þegar það snýst orðið orða, þá smellir þessi miðflótta aflsrofi út snertunni og hjálparvafinn dettur úr sambandi og gengur á aðalvafinn. Þetta er mótor sem væri bara með 1 þétti, með þennan stærri þétti hérna, ekki þennan minni þétti. Því að myndin af þessum mótor hérna af einfasamótor með bæði ræsiþétti, startþétti og gangþétti. Þessi minni þéttir hérna, held að hann sé gangþéttirinn. Og hann skiptir þá yfir á hann. Það er bara ekki mynd af því hérna, þá væri það, þá voru það 2 þéttar og þá myndi miðflótta aflsrofinn vera skiptirofinn, hann myndi víxla yfir á gangþéttin við hjálparvafið og þá myndi hjálparvafið vera í gangi með gangþéttinum og aðalvafið allan tímann meðan að mótorinn er í gangi. Hvernig skiptum við snúningsátt á svona mótor? Svona mótor, hann með 2 vöfum, aðalvafið og aðalvafið, og þetta er einfasamótor. Við erum ekki í neinum vandræðum með að skipta snúningsátt á 3-fasamótor. Þar erum við með 3 fasa og við víxlum bara einhvers staðar 2 endum. Víxlum fösum. Þá snýst 3-fasamótorinn í gagnstæða átt. En hvernig víxlum við snúningsátt á svona einfasamótor? Jú, við víxlum annaðhvort endum út í tengibrettinu á aðalvafinu, þessi eldri endi sem tengist hérna upp í kannski fasan, tengjum hann núna niður í 0-ið og öfugt að neðri endinn hérna fer upp í fasan. Þá snúum við snúningsáttinni við. Og eins gætum við snúið við snúningsáttinni á hjálparvafinu. Því að það er afstaðan milli hjálparvafsins og aðalvafsins sem ræður því í hvaða snúningsátt er. Og ef við erum ekki með þétti eins og hérna í þessar myndina til hægri, að þá erum við með minna ræsivægi í byrjun. Og hins vegar þá er þessi mynd hérna að rás sem er oft við kælipressur. Þegar við setjum straum á kælipressuna þá tekur aðalvafinn mikinn straum. Þá segulmagnast þessi spóla hérna og dregur þessa snertu og tengir hjálparvafinn. Þá færast smá ræsivægi og síðan hættir ræsistraumurinn að vera hérna í aðalvafinu og minnkar straumurinn í gegnum þessu spólu og þá sleppir snertan aftur og kælipressan gengur á aðalvafinu. Þetta er sem sagt ræsiliði. Þetta er sú aðferð. Við notum ræsiliða. Og hins vegar, af hverju við að nota þennan þétti? Jú, með þessum þétti þá flýtum við straumnum í hjálparvafinu einhver ákveðna gráður og þannig að við náum
að mynda það bil 90 gráðu fasviðshorn milli straumsins í aðalhafinu og straumsins í Hjalpahafinu. Og þetta þyrfti eiginlega sýningur í Ritstjórarsögubókinni, að opna hana, en við förum hins vegar ekki að reikna þetta, bara að við reynum aftur á því hvað að gerast þarna, af hverju þurfum við að hafa þetta. Og ég ætla að opna Ritstjórarsögubókina hérna. Og ég ætla að skoða innfasamótorinn þar. Það er komið með innfasamótorinn þar. Svona, já. Þar erum við með þennan þætti í Hjalpahafsásinni til þess að breyta viðnáminu í Hjalpahafsásinni þannig að við fáum eiginlega rýndarrás og þannig að hérna kemur þéttirinn inn í rásina, þannig að við fáum ekki þetta fagsvið sem við vorum áðan hérna, sem var 25 gráður heldur, við fáum rýndarrás, þannig að þéttirinn hefur meiri áhrif í Hjalpahafsásinni. Og hann veldur 40 gráðu farsviki í þessu viðnámsvektormynd. Og það er til þess að við endum á því að vera, eins og ég sagði áðan, með það bil 90 gráðu fasamun á milli straumsins í aðalhafinu hérna, IA, og straumsins í Hjalpahafinu, með þétti, með C. Þannig að 40 pluss 50 þá höfum við 90 gráðu í heildina, afstöðunum á milli þessara strauma í aðalhafi og í Hjalpahafi. Þetta er mikilvægt að hafa samsagt í huga. Af hverju notum við þétti? Jú, það er til þess að innfasamótor fái gott ræsivægi, sem sagt að innfasamótor rjúki í gang með startþéttið. Ef við erum ekki með startþéttið eða startþéttirinn er ónýtur eða ef við tengjum bara framhjá startþéttinu, hvað værum við með? Það svik á milli aðalhafsstraumsins og Hjalpahafsstraums. Þar værum við bara með 25 gráðu mun vegna þess að aðalhafið er hérna með 50 gráðu starfsvik og Hjalpahafið með 25 gráðu farsvik. Þannig að munurinn á milli straumana í aðalhafi og Hjalpahafi engin ræsiþéttir, það er bara hérna 25 gráður. Og hann kannski bara kemst ekki í gang eða er rosalega máttlaus að fara í gang. Getur ekki farið í gang ef hann er eitthvað smá álag. Og við getum haldið honum bara með hendinni, föstum. Og við erum með svona innfasamótor hjá okkur. Ég sýnt ykkur þetta hjá. En við förum í þetta í næsta rannsókn líka. Og þar prófum við þetta alveg út í gegn. Þannig að hlutverk þéttisins, ræsiþéttisins að mynda gott ræsivægi, að innfasamótorinn rjúki í gang með látum, hafi gott ræsivægi og þá erum við með þessa mynd hérna 90 gráðu afstöðu milli straumsins í aðalhafi og straumsins í Hjalpahafi. Í bókinni þá erum við með mynd af þessu, með þessa þéttisræsingu og þá er talað allt að 100 gráðu fasamun á milli straumsins í aðalhafi og straumsins í Hjalpahafi. Jú, allt í lagi, það gengur líka. Það er allt í lagi, þó að það sé einhversstaðar á bilinu þarna frá 80 til 100 gráður. Þá erum við bara með mjög gott ræsivægi. Þannig að það þarf ekki að vera alveg nákvæmlega 90 gráður til þess að sýna gott ræsivægi. En svo er ein aðferð í viðbót við að ræsa mótorinn, það er svokölluð viðnámsræsing. Þá er viðnám ratengt við
Keflavík. Og við þetta næst þá það til 60 gráðum munur á milli straumsins í Aðalhafi og Keflavík og þá kemst hann í gang. En þetta held ég ekki orðin algeng aðferð. Þetta meira notaðir þéttarnir ræsingar í dag heldur en viðnámsræsingar. En við teljum þessa ræsingu sem áður upp þegar við erum að lista upp þessar aðferðir, þessar 3 aðferðir, þá skulum við bara gera það. Það þessi viðnámsræsing, það þéttisræsing og það þessi liðaræsing. Skulum bara bæta henni hérna inn í þetta. Það hérna á þessa síðu hér. Við segjum í fyrsta lagi, höfum hérna í fyrsta lagi þéttisræsing. Svar. Teljum algengustu ræsingarnar í svona ákveðinni röð á einfaldan mótor. Liðaræsing, það myndi ég telja vera næst algengustu ræsingar, þó ég veit ekki. Liðaræsing. Ég svona hef tilfinningu fyrir því að þetta sé. Og viðnámsræsing. Þá erum við ekki að tala viðnámsræsingu með, við segjum hérna viðnám í raðtengingu við hjálparverð. Í þéttisræsingunni þá erum við með þéttir í raðtengingu við hjálparverð. Raðtengingu við hjálparverð. Það kannski vantar að setja upp svona, ég myndi segja hérna að það bara snerta sem tengir hjálparverð í ræsingu. Snerta til að lýsa þessum aðferðum. Á prófi væri nóg að telja upp þéttisræsing, liðaræsing og viðnámsræsing. Og svo bara segjum við að snerta tengir í ræsingu. Það væri ekki svo vitlaust fyrir ykkur að skrifa þetta niður, hjá okkur. Mér minnir að þetta sé talið svona upp einhvern veginn í hjálparefninu þarna, í stuðningsheftinu. En það allavega gott að hafa þetta lista svona upp einhvers staðar hjá ykkur. Við getum náttúrulega ekki skrifa þetta svona inn í bókina í einhver, því það ekki þetta alveg á Word-formi. En þetta þessar 3 aðferðir, varðandi svona einfalsa mótorar að þessari stærð frá 0,1 upp í 2,2 kW. Já, reyndar ekki liðaræsingin. Hún fyrir miklu minni mótorar, bara kannski upp í 500 volt. Og þá skulum við skoða þetta hérna áfram. Við erum með síðan næstu tegund hérna, alstraumsmótora. Þá erum við hérna með rásina fyrir alstraumsmótorinn. Við getum notað alstraumsmótorinn bæði fyrir DC og AC eins og ég sagði frá. Það svona aðeins mismunandi kúrfa sem við erum að sjá. Með að við hraða, þá höfum við aðeins meira
förum hraðar, en við 50 riðartíð þá förum við aðeins neðar með vælið, með snúningshraðann. En þetta yfirleitt ekki notað á svona miklum snúningshraða, sko. Einn er væntanlega málhraði, sko. En við sjáum að afstraumsmótorinn, hann er í rauninni með sams konar straumrás og raðarmótor. Það er raðtengt vafið segulvafið er raðtengt við snúðrásina og það kannski væri sniðugt að reyna að finna fyrir einhverja góða mynd viðbót til þetta. Það ætla að finna hérna schematic diagram af raðarmótor eins einfalt eins og ég get fundið. Það kannski ekki kannski svo þetta sýnir okkur það. Kannski á að hafa þennan einfaldur universal motor schematic til að ná í splitting tool til þess að fá þessa mynd hérna inn. Svona, og þá erum við með straumvindi, svo kallað það, og við skulum fá hérna myndina á hérna til ofan. Skilja þetta sér ekki. Kannski þarf ég að færa þetta eitthvað til sem fjölda. Hvað er þetta? Hvernig skellingsstæð? Þetta var bara til dæmi hérna nátt aftur. Það er með þessi mynd hérna sem ég ætla að ná í og ég fer hérna í Copy to Clipboard en hún virðist ekki skila sér hérna inn. Það reyna að fá hérna. Hvað er að gerast hérna? Það er eitthvað ekki alveg. Ég verð bara að nota snipping tool og sýna því ég næði vista þessa myndin í skjæð. Og hér segir þið sjáu þetta vonandi. Það er ekki alveg víst. Við þurfum að fá vita hvort að þið sjáu þessa mynd hérna. Einhver sem getur svarað með því. Sjáum við snipping tool myndina? Við sjáum þetta. Þið sjáu þetta? Ok, flott er. Takk fyrir það. Þá er segulvafið, það er kallað hérna stator. Stator er í rauninni eins og sáturvindingar, sko. Þetta er segulvafið sem er hérna ofanverðu og neðanverðu. Þetta er bara sett upp mjög svipað eins og í afstraumsmótor. Það er segulpólla ofanverðu og neðanverðu. En það er viðstraumur, það getur farið líka viðstraumur við þetta og kannski algengast í dag að það sé notað viðstraumur og síðan er hraðastýring með træðar notuð í þessu. Og mér sýnst líka hérna að ég geti verið með þessa mynd líka að færa þetta yfir Paint og sem hafa líka aðra mynd með þessu. Það útskýrir pínulítið betur. Þetta og ég
til að sjá hvort ég næði ekki að vista þetta hér. Já. Ég get gert þetta í beint. Ok. Og það því að fara hérna í mynd og ná í aðra góða mynd af hvernig þetta sett upp. Hvernig þetta lítur út í mótornum. Og það myndi það líta út svona. Þannig að hinn myndin sem sagt, hérna snúðurinn og þetta kallaður straumvendir, þessi hringur hérna með þessum vendigeirum hérna. Og kolin þetta svarti kassi hérna, það eru kolin og þau eru sýnt hérna, brushes eru kolin á ensku, armature eða rotorvending og sem sagt snúðurinn undin, eins og við sjáum hérna á myndinni í bókinni. Snúðurinn sem sagt með granna víra og ef við opnir mótor sem til dæmis úr ryksugu eða úr borvél, svona stæligerðinni á borvél með snúrum, ekki batterísborvél, heldur borvélisnúrum. Ég á eftir að rífisundur fleiri tegundir, en þessi þá grannur vír í snúrum. Og ef við höldum að þessi mótor farin að bila eitthvað, en kolin í lagi og virðist að straumvendir sé í lagi, þessi hringur hérna, þessi vendigerum, að það sé í lagi, að það getur verið að mótorinn hafi ofninn, eða snúðurinn hafi ofninnað og að hann sé farin að bila, eða verða leiðin á milli vafana hérna í vindum. Þá getur maður notað sérstakt tæki sem það að sýna bara mynd af hérna, þar sem það kallað spannmælitæki. Maður leggur spannmælitækið á snúðjárnið hérna og rennir því eftir snúðjárninu allan hringinn og ef að kemur spannmælitækið sýnir ljós á eftirvagnum, þá hérna bilun þar á bakvið eða það skamhlaup á milli vafa. Við eigum einmitt svona bilaða snúð sem að sýnir ljós. Það er bara að koma sér í gegnum Teams fyrirværi. En ekki með það í augnablikinu. Og þannig að þetta alstraumsmótorinn, hvernig hann tengdur í straumur sem og svona byggingin á hann hérna. Snúðurinn undinn og við erum með kol og straumvendi. Og viðhaldið á þessu að skipta kolum. Og þetta finnst í þessi mótor, við finnum hann í borvéljum ennþá og svona sem tengt beint við 230 volta ristrun og hraðastýring jafnvel á því í gígnum og þá það sama aðferð við hraðastýringsvæðinsverðar. Það eru íhlutir sem kallaðir træjak og ég stýra svo líka díak. Þetta eru ristrums íhlutir, þannig að þetta aðalega notað í hraðastýringum sem að vinna við riðstrum. Þannig að við erum sjaldan með jafnstraum á einhverju rafkerfi, þannig að við notum þetta aðalega við riðstrum. Þessi mótor líka til í ryksugum og það eru líka hraðastýringar. Gömlu nýfrisk ryksugunar, þær voru bara beinræstar, sló oft út örgi, en það hérna, það eru bara ræstar með rofa og ég lifði þá tíma að fyrsta nýfrisk ryksugan, hún var tengd við jafnstraum. Það var jafnstraumskerfi heima hjá mér í byrjun. Svo fengum við okkur riðstraumsrafana og þá héldum við bara áfram að nota sömu ryksuguna vegna þess að hún var með alstraumsmótor.
gekk fyrst á jafnstraumi, DC, 280 voltum, og svo gekk hún á AC, 280 volt líka. Fyrst á DC jafnstraumi, svo AC en vinstri. Virkaði í báðum tilfellum mjög vel. Og sem sagt, aðstreymismótorinn, munurinn á byggingu á aðstreymismótornum og skuggapólsmótornum þessi, að aðstreymismótorinn, hann með undinn snúð, en skuggapólsmótorinn, hann með skammhleyptan snúð, eins og skammhlaupsmótor. Og þið sjáum glitta í snúðinn og þið sjáum bara í hringinn á endanum á snúðum. Þar sem að þessir leiðarar sem sýndir á myndinni fyrir neðan, þeir eru skammhleyptir til endana, ekki endana. Og skuggapólsmótorinn, hann dregur nafn sitt af þessum skuggapólum sem eru staðsettir á kjarnanum. Þetta eru sverir vagningar sem að tengjast ekki við neitt. Þeir eru bara tengdir í hring sko. Það er bara endi í enda. Þannig að það myndast segulsvið í þessum leiðurum sem eru kallaðir skuggapólar. Eða þeir mynda skuggapól í segulsviðinu, má segja. Sverir leiðarar kannski 2-3 vagningar og aðalsegulsviðið, það fer í gegnum kjarnann og hluti af aðalsegulsviðinu spanar upp straum í skuggapólsvögunum þannig að sá straumur sem myndast í skuggapólsvaginu, hann myndar sitt skuggapólssegulsvið. Og þetta segulsvið sem að skuggapólinn myndar notað til þess að fá ræsivægi og gangvægi í skuggapólsmótorinn. Þannig að hér verður hámarkssegulskrafturinn straumurinn ekki á sama tíma í aðalsegulsviðinu og í skuggapólssegulsviðinu. Þannig að við fáum mismun þar á, það er ekki sýnt akkúrat í þessu. En byggingin þessi, opnið þvottavél eða uppþvottavél og leitið að dælumótornum, eða dælunni í þvottavélinni eða uppþvottavélinni, að þá sjáum við þessa gerð af mótor, skuggapólsmótor og aðalvafið þá á svona einfaldri spólu sem að kjarninn síðan settur inn í og svo bara komið fyrir snúðnum með mjög einföld bygging. Og þetta eingöngu notað við hreiðslu eins og eðlilegt Þannig að við getum farið gegnum þessar merkingar. Þetta er eitt sáturvafið, 2 merking á sáturjárninu. Þetta nokkrar þynnur, margar þynnur raðaðar saman til þess að minnka hvirfilstraumstöp og segultregðutöp. Og síðan við 3, það skuggapólsvafið hérna megin og hitt skuggapólsvafið hérna hinn megin. Eins og við sjáum að það eru 2 skuggapólsvöf sitt hvora megin. Það þá hér hægra megin og vinstra megin hinn megin á kjarnann. Og síðan náttúrulega snúðurinn hérna með skammhlaupsgrind og það sjáum við glitta í hérna, nr. 4, og síðan öxullinn sem kemur út úr mótornum, út úr á snúðunum. Þannig að það er greinilega mjög mikill munur á byggingu skuggapólsmótors og alströmsmótors. Skuggapólsmótorinn, við getum sagt að hann með skammhlaupsgrind
skammhleyptum snúð. Skuggaborðsmótorinn með skammhleyptum snúð en alstraumsmótorinn með bundinn snúð og kol og straumrændi. Þannig að það gríðarlegur munur á því. Og alstraumsmótorinn virkar eða þá eins byggður eins og raðar jafnstraumsmótor, eins og seríalmótor eins og raðarmótor. Hvernig raðarmótor notið þið á hverjum einasta degi? Með jafnstraum. Og ein vísbending í viðbót við notið þennan raðarmótor við 12 volta rafgeymi. Hvað þá þessi mótor notaður ennþá? Það að segja ef þeir ekki komnir á rafmagnsbíl. Alternator. Nei, alternator nefnilega 3 fasa rafali. Gott að svara þessu svona því að þetta mótor og hann nefnilega notað til að snúa einhverju, til að koma einhverju í gang. Alternatorinn, hann hins vegar notaðist til að framleiða straum inn á rafgeyminn. Og alternatorinn, hann 3 fasa rafali. Þessi 3 fasa spenna, hún sett inn á díóðubrú með 6 díóðum sem breytur þar 3 fasa reiðspennunni í jafnspennu. Og þá fer það sem 12 volta jafnstraumur inn á rafgeyminn. Við hlöfum upp á rafgeyminn með alternatorinn. Ekki alveg rétt svar við þessari spurningu. En þú varst mjög hýtur. Þú ert að tala bíla. Hvað svona risastór mótor í bílnum? Þegar áður þú ferð af stað, þá þarftu að setjast inn í bílinn, svo setur lykilinn í svitsinn eða ekki og snýrð svitsinn. Hvaða mótor fer þá í gang? Startarinn þá, væntanlega. Rétt. Þetta startarinn. Startarinn svona með raðtengdu vafi og kolum og svona undnum snúð. Þetta startarinn sem ég var að leita eftir. Startarinn byggður upp eins og alstraumsmótor. En startarinn með svo sverum vöfum og það tiltölulega sver vöf hérna í sáttrinum. Þess að hann þarf að þola allan straum sem hann tekur gegnum snúðin og snúa þungri bílvél eða einhver annar vél í gang eða kannski jafnvel ljósavél í gang. Þannig að þeir allt öðruvísi byggður upp heldur en svona venjulegir alstraumsmótorar, sem sagt jafnstraumsraðarmótorar eða jafnstraumsstartarar. Þeir vinna á DC, jafnvel 12 volta kerfi eða 24 volta kerfi. Ok, þetta var bara svona aðeins þess að tengingu við það sem við lærðum í síðasta áfanga jafnstraumsvélar. Mjög gott. Og gott að ná upp umræðu líka alternatorinn í leiðinni. Það bara mjög fínt. Mjög gott mál. Ok, síðasta gerðin getur þá farið í. Það skrefmótorar. Og þeir þá byggðir upp með síseglum í snúðnum, mörgum síseglum kjarnar og það skiptist á norður-suður að hringinn. Og svo eru spólur, margar spólur hérna í sátrinu þess að skiptast á að búa til norðurpól, suðurpól og svo annars, allan hringinn. Og þannig að straumur inn á sátraspólunar notaður til þess að, og það vel að merkja að þetta í rauninni jafnstraumur eða púlsandi jafnstraumur til þess að byggja upp viðkomandi pól á
á réttum stað á réttum tíma til þess að skrefmótorinn fari í þau skref sem að honum ætlað. Við eigum einn svona opinn eða skrefmótor sem að við notað í mælingaverkefnum í lokaflokkum í rafsvæði til dæmis, en ég þurfti að reyna að sýna ykkur hvernig hann að virkar. Getum gefið honum púls frá rauðgrásarbretti og hann sem sagt getur verið að fara í svona ákveðnum skrefum ef hann gengur mjög hægt. Hann tiltölulega gróf skref þannig að hann fer svona stekkur svona svolítið til og hreyfist hann. Þannig að það er mjög gaman að sjá hann þegar hann að reyna. Og þannig að byggingin á þessu til þess að sýna svona á einfaldan hátt hvernig virknin gæti verið, þá erum við í raun að snúa við straumnum í þessum spólum til þess að mynda segulpóla þannig að það dragi snúðina á eftir sér. Og þannig að suðurpólinn hérna á snúðunum, hann dregst að norðurpólunum hérna sem að spólurnar eru að mynda. Síðan við snúum við straumáttinni í neðurspólunni hérna, að þá verður til suðurpól hérna hægra megin þar sem áður var norðurpól og þá eltir norðurpólinn og reynir að komast og dragast að suðurpólnum. Þannig að þá fer hann hérna í áttina á móti sólargangi eða móti úrvísi, getum við sagt. Og ef við snúum svo við straumáttinni í valinu sem hérna vinstra megin, að þá fáum við suðurpól í stað fyrir norðurpól hérna á norðurinn og þá eltir áfram norðurpólinn á snúðunum þennan suðurpól hérna, af því að svo breytist þessi neðri í norðurpól, frá því að vera suðurpól yfir í norðurpól og þá eltir suðurpólinn á snúðunum norðurpólinn í sátrinu. Þannig fáum við snúningsátt hérna á móti úrvísi í þetta. Og þeir fá hérna sem sagt ákveðna púlsa inn á sig og þeir geta unnið til háa tíðni, jafnvel yfir 1000 Hz. Og hins vegar þá hérna það eru, það segir hérna hvernig að snúðurinn heldur ekki stöð sem í straumljósásunni. Ég veit ekki hvernig þetta leyst, menn reyna til dæmis yfirleitt á þessum borðvélar til dæmis, ef það getur verið einhvern veginn svona tækni, að þá einhvers konar læsingabúnaður á þeim radar. En ég þekki það ekki nógu vel til þess að geta farið út í það svona. En við förum ekkert meira út í útreikninga varðandi þetta við aðalega bara það heiti það því að svona skrefmótorar þeir eru notaðir í vélmenni eða nýja íslenska orðið sem er mest notað yfir þessu vélmenni sem kallaðir þjarkar með þorni. Þetta gengur ekki mjög vel á erlendum tungumálum þar sem þornið ekki mjög alþjóðlegur bókstafur. Þannig séu íslenskur náttúrulega þó. En við köllum þetta gjarnan þjarka núorðið. Einhverja hluta vegna. Mjög vinsælt nafn. Þjarkar. Þeir koma út allt. Og það eru öll fyrirtæki að nota þetta og háskólar eru að nota þjarkan og allt svoleiðis. Þannig að þá hef ég sé búin að fara svona í gegnum aðalatriðin varðandi þessa mótora og kannski lítið aðeins á einhverjar spurningar varðandi, eða að við förum í
að skoða þessi spurningar á æfingardæmi. Þá þarf ég aðeins að rifja upp hvert við vorum komnir með það. Við vorum búin að fara í gegnum ákveðinn pakka sem ég tók í síðustu upptöku. Og þá spurning hvort að ég reyna að finna hérna, spurningar æfingardæmi 19. kafla. Sjá, hér voru þetta voru frá fyrstu dæmunum. Ég var búinn að fara yfir þetta og þennan pakka, það 91 til 1913. Ég var búinn að fara í þetta, síðan fór ég næst í 1914 Sjá. Já, við þarfum að finna þessi skjöl. Þetta var í röð 373 Sjá. Ok. Það þetta hingað. Þetta. Já. Ég held ég hafi búið með þetta líka frá 14 til 14 til 16. Það er búið með þetta. Og þá það athuga með næsta pakka. 17 og 18 og 19. Ég fór aðeins í þetta í síðustu viku og þannig að ég held ég hafi verið búinn að fara í gegnum þetta. Þess að fyrst var hérna 1917, það var skammbysmótor, 36 ampere og það fór ég í síðast og svo fór ég í aðeins í varðandi mótstöðu ræsingu sleitvirkjamótors. Ég var ekki hins vegar búinn að fara sérstaklega í sleitvirkjamótorin, en kannski aðeins að líta á þann kafla snöggvast, svo við tökum hann í leiðinni hérna. Rétt áður við byrjum á næstu æfingardæmum. Ég er búinn að fara yfir einfasamótorina, en aðeins að við leggjum ekki mikla áherslu á það, en við bara vitum af því að þessi mótorar eru til. Það þessir sleiturhringjamótorar. Þeir eru líka með undnum snúð, en það er ekki eins og í allsverðsmótornum, heldur undni snúðurinn í sleiturhringjamótornum, það er 3 fasa valv og það er í rauninni sýnt svona. Snúðurinn er sýndur með svona 3 lögum og svo eru mótstöður tengdar við snúði í gegnum þessa sleiturhringi og kol. Og það er oft algengt að nota segulrofa til þess að tengja mismunandi viðnám við mótorinn. Í ræsingu þá myndum við vera með mesta viðnámið inni og síðan myndum við minnka viðnámið, setja inn segulrofa allt aftur.
nær og nær sleiturhringjarum hérna, minnka viðnámið í snúðurásinni þar til að mótorinn væri kominn upp á fulla stærð. Svona aðeins hægt að stjórna bæði ræsingunni og aðeins hversu hratt þessi sleiturhringjamótor snýst. Þessir mótorar hafa verið notaðir í krönum, byggingarkrönum, en það eru komnar frekar svona venjulegir skaflausmótorar tanka eða PM-mótorar með hraðastýringu. En þessir mótorar eru samt ennþá til, það er gott að þið vitið af því að þá eru undir snúður, þryggjafasa vaf og svo sjáum við annað kassa einhvers staðar lengra frá mótornum þar sem eru svona hita element eða ræsimótstöður í rauninni. Það eru svona loftkældar yfirleitt, loftkældar mótstöður sem notaðar til þess að tengja við snúðurásina til þess að stjórna hraðanum og ræsa mótorinn þá jafnframt upp. Og skoðum hérna þessi línurit hérna, þessa vægiskúrfu hérna, að þegar við ræsum sleiturhringjamótorinn þá byrjum við hérna með tiltölulega hátt vægi. Síðan þessi breyting hérna þegar við stillum á komin upp í meiri snúningshraða, snúningshraðinn hérna á x-ásnum, vægið hérna á y-ásnum. Þannig að þegar við komin upp í ákveðinn snúningshraða þá skiptum við yfir til þess að láta hann snúast hraðar og skiptum við yfir á minna viðnám. Það kemur eitt segulrofi inn og tengir fram hjá viðnámum, þannig að minnkar viðnámið í snúðurásinni og hann fær meiri snúðstraum og þá fáum við aftur aðeins meira snúningsvægi og þar til að eykur snúningshraðann ennþá meira og svona koll af kolli þá minnkum við alltaf í þrepum viðnámið í snúðurásinni þar til að ef hann álagslaus þá myndi hann enda hérna með snúningshraða rétt undir hraða hverfisegulsviðsins. Og kosturinn við þessa ræsingu hérna að hann hefur tiltölulega jafnt snúningsvægi allan ræsiferilinn. Og straumtakan líka svona tiltölulega svipuð allan ræsiferilinn. En við sjáum það að straumtakan eykst þegar við minnkum viðnámið í snúðum. Þá eykst hún með smá þrepi hérna og síðan fer mótorinn hraðar og svo minnkum við viðnámið ennþá meiri í snúðum, þá meiri snúðstraum og svo kemur aukinn snúningshraði og þá minnkar ræsistraumurinn aftur og svo hérna í lokin þá sennilega skammflutt alveg við kolinn. Þannig að þá gengur hann svona nánast eins og skammfluttsmótor en hann samt með þryggjafasa vöf í snúðum. En hann nær náttúrulega aldrei hraða hverfisegulsviðsins. Þetta líka ósamfasa mótor, þessi sleiturhringjamótor. Hérna. Þannig að við erum með segulrófa hérna, K1, þetta er bara höfuðrófa og svo gætum við verið með marga segulrófa hérna til þess að minnka smám saman viðnámið í snúðurásinni. Já, þá erum við búin að fara aðeins í gegnum sleiturhringjamótor. Og þá ætla ég að finna dæmi sem ég ekki búin að fara í gegnum. Ég var að sýna ykkur þetta hérna og byrju nú við, nei, var það ekki, var það bara það? Já, það var hérna. Já. Þess að þetta var tveir kostur við mótstöðuræsingu sleiturhringjamótors. Að það er tiltölulega jöfn straumtaka allan ræsiferilinn, eins og við sjáum hérna. Og ef við getum skipt yfir í fleiri þrep í mótstöðuræsingunni, þá værum við með ennþá jafnari straumtöku allan ræsiferilinn. Og svo erum við tiltölulega jafnt vægi
allar ræsibeinin hérna, sem við sjáum á vinstri kúlunni. Að þá vægið hérna mjög svipað allar ræsibeinin. Þar erum við búin að ná fullum snúðurshraða, til dæmis hérna ef hann áhugslaus. Og síðan var þessi formúla hérna að reikna ræsimótstöðu fyrir slitrugjumótorinn. Þannig að það er spennur, girt það snúð og 6,5 ampera málstöðum í snúð. Og þá er hægt að reikna út hvað ræsimótstaðan, heppileg stærð af ræsimótstöðu með þessu móti. Spennan á snúðum og deilum með rótina, fremur og strömm sem á þennan málstöðu snúðsins. Þetta er gefið upp sérstaklega á merkiskiltinu þessar stærðir á svona mótorum. Og svo var þarna, við vorum að tala hérna hvernig það mótorar eru merktur saman BSC-stærði ef notaðan á vinstri rými veiðiskips þá þyrfti hann að merktur IP56 af því þetta var óvarið dekk göng í botni og það var okkur rafvélar og það var IP56 rafvélar sem við vorum að skoða á rafvélar hérna og IP56 það er óvarið dekk göng í botni. Það er IP56. Ok, þannig að þá var ég búinn að fara í gegnum þessar spurningar hér og þá var það næsti bakki. Og það er þessar spurningar hér. Það er að velja hitaflokk fyrir mótor sem er ástengdur við dælu fyrir 90 gráður hita svartolíu. Og við sjáum það að ef að þessi hiti 90 gráður myndi skila sér einhvern veginn í gegnum dæluna eða ástengið yfir í mótorinn, þá værum við með alltaf 90 gráðu umhverfishita á mótornum. Síðan ætti hann eftir að hitna, sem sagt þetta hitaris. Og ef að hér miðað við 40 gráður, ekki 180 gráður, ekki 90 gráður, en með 40 gráðu umhverfishita, en ekki 90 gráðu umhverfishita, þá má, sem sagt, hitaflokkurinn, hann má aukast, sem sagt, hitarisið, hann má stíga í hitastigi 120 gráður, sem sagt, vörinni á þess að hann skemmist. Og þar fyrir ofan eru smá öryggisvörn. En ég myndi til öryggis velja þennan hitaflokk H við þessi skilyrði. Þó að F-mótorinn gæti dugað, kannski einhvern ákveðinn tíma, en það er víst að hann myndi endast mjög lengi. Ok, þetta var dæmi 22 í 19. kafla. Svarið þar er H, hitaflokkur H. Og 1923, hvaða regla er yfirleitt notuð við stillingu yfirráðsvarðar fyrir ristjónsmótora? Og við segjum að yfirráðsvörð á að stilla á málstraum mótorsins og málstraumurinn er yfirleitt gefinn upp á merkiskiltinu á mótornum. Þegar við erum með stjörnu-þríhyrningsræsingu og ef að yfirráðsvörðin er staðsett í fasastraum mótorsins. Þetta aðeins að líta á það, ef þetta væri, ef að yfirráðsvörðin væri staðsett í fasastraum mótorsins, þá þurfum við að stilla á annað. Við sjáum þessa mynd hérna. Hér er yfirráðsvörðin hún staðsett í fasastraum mótorsins. Þarna er yfirráðsvörðin ekki í aðalstraum, ekki í málstraum mótorsins. Þess vegna verðum við að stilla þessa yfirráðsvörð í þessu tilfelli á málstraum deilt með rótina þrem.
ef að til dæmis að straumurinn hérna væri 8,8 ampere í aðalstraumum og deilum við nóttina þreymur í 8,8 ampere, þá ættum við að fá 5 ampere, þá myndi stilla á F2 yfirborðsvölduna á 5 ampere. Já, og þannig að ef við erum með stjörnuþrýsræsingu, rás eða kraftrás fyrir sjálfvirka stjörnuþríhyrningsræsi og við erum með yfirráðsvölduna staðsetta í fasastraumum á mótornum, þá verðum við að reikna út frá fasastraumum hvað við erum að stilla yfirráðsvölduna á. Þá það málstraumum deilt með rótin af þeim. Ok, en þá ætlum ég að verðum við aftur í spurningarnar. En ef við erum bara með beinræstan mótor, þá stillum við yfirráðsvölduna á málstraum mótorsins og fyrir viðkomandi tengingi. 1924, hvað er gert af sjálfvörum og bræðvörum er nauðsynlegt að velja fyrir beinræstan risturs-mótora. Við þurfum að nota treg bræðvör eða sérgerð af sjálfvörum. Og þessi tregvör, eða öryggi, þau hafa lengri útleysistíma á straum við reisistraumsbylgjum. Þannig að þegar við ræsum mótorinn þá fáum við ákveðinn straumtopp sem að öryggi sem er ekki tregt, kannski fljótt, þá myndi brenna. Eða mótorinn væri undir álagi til þess, en tregvörf gefa mótornum smá séns að komast í gang og minnka ræsistraum, svo að þau haldast inn. Ok, þá er 25. Við erum með 4 póla 228-50 reiðarskráðinsmótor sem tekur 15 ampere við fulla lestum. Skrikun í tóngangi er 0,5% og 4,5% í fullt álag. Afstöðin er 0,82 og nýtnin er 87%. Við erum að reikna snúningshraða mótorsins í tóngangi og þá þurfum við að athuga með skrikunina og við reiknum fyrst út skrikunina í snúningum á mínútu. Þá segjum við að því þetta er 4 póla eða 2 pólpara, þá erum við 15 snúning á mínútu, það er hraði hverfisegursins og skrikunin er sem sagt 0,5% í tóngangi og þá breytum við því í hlutfallstölu, deilum með 100, segjum hérna þá 0,5 deilt með 100, þá er 0,005 og það markar við sinnum 1500 og fáum skrikunina í snúningum á mínútu sem er 7,5 snúningar á mínútu og það drögum við frá samtala snúningshraðanum 1500 og fáum, þetta er snúningshraðan 1492,5 snúningar á mínútu við tóngang, ekkert álag. Svo hefur við að reikna snúningshraðan við flugvélarlestum og þar erum við með 4,5% skrikun við fullt álag. Og þá gerum við svo áður, deilum með 100 og fáum deilum með 100 í skrikunina prósentana og fáum hlutfallstöluna 0,045 sinnum samtalsnúningshraðan 1500 og þá fáum við skrikunina í snúningum á mínútu, 67,5 snúningar á mínútu og draugum það frá samtalsnúningshraðanum og snúningshraðan við fullt álag er þá 1432 snúningar, 1432,5
snúningar á mínútu. Og í C-lið, þegar við að reikna aflið út við fulla hleðslu, þá notum við nýtniformúluna. Við höfum hérna nýtnina 87% og þá notum við formúluna svona og við reiknum út aflið út, P út, saman sem P inn, sinnum nýtnin og við erum með, þetta aflið inn, 4.687. Hvar fengum við það? Jú, við fengum það hérna, við reiknum P inn hérna, 4.687. Við höfum spennuna, við höfum strauminn, við höfum rótana 3 og góðsvík. Spennan er 220 volt, við höfum 15 ampere straum, við höfum rótana 3, sinnum 0,82 sem er góðsvík, aflstöðin. Og þá fáum við P inn sem er 4.687 vött og þá margfaldum við það 4.687 vött sinnum nýtnitöluna 0,87 og aflið út við fulla hleðslu er þá 4.078 vött á C-liðinu. Og D-liðinu svo að reikna snúningsvægið við fulla álag, þá notum við það snúningsvægisformúluna M saman sem P sinnum 60 deilt með tvissunum P sinnum snúningsvægið hérna, litla N. Það er þá P út 4.078 sinnum 60 deilt með tvissunum P sinnum 1432,5 snúningar við fulla álag og þá fáum við 27,2 newtonmetrar. Það passar vel við mótorinn sem við erum með 4 kW mótor og það var 27 newtonmetrar. Svo erum við hérna með dæmi 1986. Við erum aðeins yfir það líka. Og hvenær er tíminn búinn? Hann er búinn tíminn 3:10. Ok. En ef þú ert tímabundinn þá er það að fylla í. Ok. Já, ég þarf að koma mér annað web. Já, alltaf fína, segja það. Ég var búinn að merkja þig bara það ekki. Jú. Flottir. Takk fyrir það. Ok, þá er það dæmi 26. Hér erum við með 3 fasa 8 póla stjórnsmótor. Það er 8 pólar. Já. Snýst svolítið hægar. Það er þetta. Við erum að reikna út snúningshraðann. Þá notum við formúluna fyrir snúningshraðann og segjum hérna við erum með tíðnina, það er 50 sinnum 60 deilt með pólparafjöldanum af því að það er 8 póla, þá er hann 4 pólpör og deilum við hérna með 4 pólpör. Og þá reiknum við út að samtals snúningshraðinn á hverjum segulsviðinu er 750 snúningar á mínútu. Og til þess að finna skrikkunin var gefin hérna 0,93% og þá hérna deilum við þá tölu með 100 til þess að fá hlutfallstöluna og margföldum þessa hlutfallstölu 0,0093 með 750 samtals snúningshraðanum og fáum það 6,975 snúninga á mínútu skrikum í snúningum á mínútu og drögum þessa tæknilega 7 snúninga skrikum frá 750 og við fáum þá 743 snúninga á mínútu snúningshraða í fullt álag. Og reiknum núna snúningsvægi í B-lið. Þá er M, það er P sem 60 deilt með P sem litla N, snúningshraðann. Við erum með 400.000 vött og það er sinnum 60 deilt með tvissunum P sinnum snúningshraðann í fullt álag, 743 og þá fáum við 5.141 newtonmetrar. Og að lokum eigum við að reikna nýtni mótorsins. Þá þurfum við að vita aflið
inn og það er hægt að reikna það vegna þess að við erum með upplýsingar spennuna, 380 volt, strauminn, 770 ampere, rótin og þreifurhöfðu og raunafstöðunin kósfín 0,82 og markvöldunum alltaf þessu tölu saman fáum 415,6 kW og þá notum við nýttiformuna. Þá nýtti mótorsins þannig að þá er það 400, það aflið út 400 kW deilt með aflið inn sem er 415,6 kW og út úr því fáum við 0,962 hlutfallstölu nýtni og við markvöldum með 100 og fáum þetta í prósentum 96,2%. Ok, þá ætla ég að tjekka á 27, hvað hef ég fleira, já, ok. Ég hef hérna dæmi 27 og að lokum þá kannski eitthvað aðeins einfarstamótorana, ég vona ég náði því. En þá kannski bara aðeins áfram, þó að þið þurfum að hverfa að vettvangi. En hér skrúfa þversneiðsskips, hún 1 MW, 3,24 kV skafningsmótor, tengdur 60 eða 6.000 V spennu. Afstöðullinn fulla lestjóni 0,8, nýtnin 90%, skrifurinn 10%. Og ef maður reikna aflið inn á mótorinn, P inn, þá er það P út deilt með nýtninni og þá er það 1 megawatt sem sagt, deilt með 0,9, svo það er sem sagt, það er nýtnin var 90%, deilum við með hlutfallstölunni 0,9 og fáum að við fáum hérna 1,1 mega eða 1111 kilowatt rúm, eða 1,1 megawatt. Það er aflið inn. Málstraumurinn, þá er það aflið inn deilt með spennu, róta 3 og kósfín og við vorum með 6.000, við erum hérna með 1,1 megawatt og deilum með spennunni 6.000 voltum með rótana 3 og kósfín 0,88 og 121,5 ampere straum. Síðan erum við með að reikna út sýndaraflið, það er auðvitað rótana 3, það er spennan 6.000 sinnum straumurinn og við erum komin með hann 121,5 og rótana 3, þá fáum við 1262,6 kW. Þetta er dálítið stórt kallað. Og launaflið, þá getum við notað Pýþagórasarreglu yfir það, allt í lagi með það. Þá er það rótin af sýndaraflinu í öðruveldi mínus raunaflið í öðruveldi. Og þá endum við með 599,8 kVA reaktív með því að nota Pýþagórasarreglu. Þá reiknum við út snúningshraðann út frá skrifburinni og þá er það 60 riða tíðni sem að verður með kerfinu og deilum með 12 pólpörum. Það er 24 póla. Það segir hérna 24 póla. Og þá erum við hérna með 300 snúning á mínútu sem hraða hverju segulsviðsins. Og við fáum hérna skrifburinn er sem sagt 10% eða hlutfallstalinn er 0,1. Þannig að það er 30 snúningar á mínútu. Svo við drögum þessar 30 snúningar frá 300 snúningar og fáum að snúningshraðinn er 270 snúningar á mínútu. Málvægi mótorsins, þá er það stóra N, það er aflið út, þetta var 1 megawatt, sinnum 60 og svo deilum við með 1000 pi sinnum
Snorrason 270 og þetta eru 35.000